Hvað segir nú í dag? Þið haldið náttúrulega að þetta sé í beinni útsendingu, en það er misskilningur. Þetta er svo aldeilis ekki í beinni útsendingu. Heldur er þetta tekið upp á gamla mótan. Og þú veist hvernig hann lítur út, gamli mótin, eða ekki? Þá var með diskivél í dag, á nú svona tækni. Áður notuðust við spólur, þar áður við vídeóspólur og þar áður við filmur. 8 mm filmur og 16 mm filmur. 8 mm filmurnar, þær voru svo sem að taka ágæta myndir, en þú þurftir rosalega mikið ljós. Ef þú ætlar að ná einhverjum myndum inni, þá þurftir þú einum minn alveg hrikalega mikið og öflugt ljós og maður átti þetta allt til. Og þegar maður var að prófa þetta að leika sér, var náttúrulega krakki hálfgerður, maður var að byrja í þessu. Og þá var það einn skemmtunin að stinga þessu kraftmikla ljósi út gluggann í myrkri. Og svo kveikti maður ljósið og þá baðaðist allt umhverfið birtu, eins og hábjartan dag. Þetta fannst mann alveg óheyrilega fyndið. En samt, þó maður væri með allt þetta var alveg þurfti að vera. Þetta var ekki spurning það, þetta þurfti að vera. Samt var maður ekkert að ná alltaf neitt sérstaklega góðu myndum, vegna þess að vélarnar, þar voru bara ekkert betri en þetta. Það voru ekkert ljósnæmari þannig séð nema þetta og náðu upp í þessa hæð og svo ekki sögulega meira, en þú gast fengið oft alveg flottar myndir, til dæmis að þú varst í réttum skilyrðum úti fyrir, að þá fékkstu oft alveg fínar myndir af þessu. Þarna hefur orðið alveg svakaleg bylting. Bæði er þetta orðið, einfaldara nú líklega. Og þú ert núna með þessa litlu kubba sem upptöku þú tekur upp á, sem er bara tölvudiskar í raun og veru. Og þeir geta verið býsna stórir þessir diskar, þó kannski lítinn og gjútur að vera neitt sérstaklega stórir. Og þú getur verið að taka upp á þetta alveg klukkutíma saman. Og ég er með einn sem er 120 gigabæt. Og aðra nokkra sem eru 30 gigabæt. Og þú vilt aldrei að fylla þetta neitt og sért að búa til kannski klukkutíma efni í gegnum þessa myndavélar. En samt ertu með þetta í háum gæðum. En þetta K4 dæmi, það eftir á móti, það er svolítið fyrirferðað mikið. Það er nokkuð stórt. Ég nú viðurkenna það að ég sé nú engan mun á bara þessu venjulegu gæðu sem við þekkjum og svo þetta K4, en ef maður er með alvöru sjónvarp, K4 sjónvarp og stórt, þá ábyggilega sér maður alveg hellingsmun. Þetta er spurningin hvað maður á að stoppa og hvort maður vilji þróa sig bara áfram með tækninni. Og það er alltaf leið að gera það, ég er alveg til í það. En það er góður dagur í dag. Og ég var aðeins að brasa á þann. Ég ætlaði að fá með bensín. Svitnaði náttúrulega. Ekki við að fá með bensín. Þetta þegar að koma því að taka bensínið og pinni hjá mér, það var ekki rétt á kortinu. Og ég var alveg undrandi þegar ég hafði stimplað allt og mikið oft inn pinnið og það lokaðist kortið. Og ég fór og lét opna það og gat veslað á netinu, svo ég gerir nú mikið. Svo fór vinurinn á það, alveg á síðustu dropanum maður, og ætlaði að kaupa bensín og skelli frá kortinu og stimplaði inn pinnið og pinnið vildi ekki svara.
hvað átti ég að gera? Ég var á bensínlausu bíl. En það var ekkert annað að ræða en að bara aka tilbaka og upp á von og óvon að slippi. Svo fór ég í bankann. Og nú er ég komið nýtt pinn sem ég ætla ekki að segja þér. Og ég er búinn að kaupa bensínið. Kaupi bensín fyrir 8.000 krónur núna því að tankurinn hjá mér hann hérna festingarnar undir honum, það er slitnuð, eða fremri festingin. Og við gerðum maður við hann að sagði mér að passa að fylla hann ekki. Þannig ég kaupi ekki nema rúmlega hálfan tank í dag. Það er allt í lagi. Ég nota þetta nú ekki svo mikið þessa bíla en ég svitnaði maður þegar ég stóð frammi fyrir því að pinnið var ekki að virka og ég var alveg undrandi maður að þetta virðist ekki að vera lagað þegar ég kom og lét opna það þá. Það var opið. En pinninu ekki verið breytt eða búið að breyta því núna. Þannig að þetta gengur. Og ég kom við í pósthúsinu. Ég þarf á bréf. Við búum svo yndislega vel hér að því að það er engin póstkassi hjá okkur. Og þegar maður fær flottar sendingar frá heilum Sjálfstæðisflokki. Það var aldrei heiður maður. Með penna sem ég keypti af þeim. Einhvern svona svaka flottan penna maður. Ja. Og pósturinn komst aldrei hérna inn. Vegna þess að það er engin póstkassi hérna sem ég var að segja á. Ekki að segja neina. Og þá náttúrulega gáttu við eigin ekkert annað en parið bara með hann niður á pósthús. Og pósturinn sendi mér bréf eða eitthvað sending að penni eða væri pakki sem biði mín. Og ég að sækja innan 10 daga. Ella þyrfti ég að greiða sekt. Þannig finnst búið skrítið að maður skuli ekki fá póstinn sinn heim. Þá sjaldan sem maður þarf að færa eitthvað bréf. Mér er pennin. Hann er alveg maður. Svaka flott penni. Frá Sjálfstæðisflokknum. Ég er orðinn sjálfstæðismaður en ég er nú ekki virkur. Ég ætla bara að vera sjálfstæðismaður og óvirkur algjörlega. Þú er aðdúa það maður að ég er komin út af vinnumarkaðnum. Og bara ekkert ég þó að vera eitthvað að sinna einhverjum sjálfstæðisverkum. En mér finnst gaman að vera Sjálfstæðisflokknum. Og ég styð Sjálfstæðisflokkinn og tek ekki þátt í að bölvunum, sumir gera það, og alveg elska bölvunum. Sumir reyndar að hafa gaman að því að bölva öllu. En ég bólið nú engu. En þeir eru búin að vera kjölfesta í þessum íslenskum stjórnmálum alveg frá upphafið. Það var aðeins verið að kynna sér söguna þeirra. Það er engin spurning það að þeir eru kjölfesta. Þetta land væri ekki þetta gæða land ef að þeirra nýtti ekki við. Þetta er ýmis öfl líka sem eru hérna og svo sem að hjálpa til. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann trónir alltaf einhvern veginn upp úr, er ég ekki sammála það. Þetta er það sem ég hef verið að sjá aftur og aftur. Man alltaf eftir því, þú veist hver formaðurinn er, hann heitir Bjarni Benediktsson. Og það var áður en að hann var formaður. Þá er ég að horfa á fréttirnar sem oftar og þá kemur þessi ungi maður fram og stígur í pontu bara að halda að það var bara venjulegur þingmaður. Og drottinn talaði til mín og sagði þessi á eftir að verða formaður Sjálfstæðisflokks, sagði við mig bara. Og það var ekkert útlit fyrir það að neitt væri í gangi. Var það ekki Geir Haarde sem var þá nýlega tekinn við stöðinu og það var maður átti ekki dón og öðru en hann er bara áfram formaður. En svo gerast þessar hörmungar sem tengdist hruninu og var það ekki þá sem Bjarni kom inn. Já, minni það. Og hann er enn formaður
búinn að vera svolítið umdeildur formaður. Ég reyndar skil ekki af hverju því að Bjarni búinn að standa sig mjög vel. Svo fyrir utan það að vera alveg prýðismaður. Og ég sem sagt fylgi Sjálfstæðisflokknum. Ég gera það núna. Ég var þá austur í Neskaupstað þegar ég allt í einu sögðalega að ég ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn framvegis. Já, það var nú gaman að því líka, ég var nú að segja strákunum þetta og sumir voru svolítið bara að datta þeim andlitið. Konráð og Rúnar, við kjósum ekki Sjálfstæðisflokkinn. Við kjósum einhvern verkalýðsarm. Ég hélt mér við minn steðja og ég ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn næst. Og sýn ykkur afturrennapenna, flotturispenni. Ég á nú ekki marga svona penna sem hafa verið gefnir út svolítið styrkt af einhverju. En sumir safna þessu. Ég man eftir einni konu, ég minni að hún hafi verið í Neskaupstað, hún safnaði svona pennum. Og ef hún ennþá að safna pennum, þá er hún ekkert ólíklegt að hún eigi eitt svona. Þá segi ég bara við hana, hún að sjá, til hamingju með eiga eins penn og ég. Kæra vinkona. Já, vinnir, það gerist alltaf eitthvað í hverjum degi og það er eitthvað gaman að setja fyrir fram myndavélina og leyfa henni aðeins að spjalla við sig, því hún segir náttúrulega ekki neitt. En hún er góð að því leyti til að ég spjalla við hana alveg svoleiðis niður í undir drep. Hún segir aldrei neitt. Kann vel við það. Ég sem sagt hef sviðið, leipi engum að. Þetta var nú bara svona garnitúr og ég veit ekki af hverju og ég var bara svona ánægður með að gera það sem ég gerði. Það er gaman að vera ánægður með það sem maður gerir. Og líka maður alveg svitnaði að því ég sá að ég ætla ekki að geta keypt bensín, maður það var ekkert grín. Og ég er alveg á síðustu dropunum maður og það slapp. Og svo allt í einu sá ég það að já, fór ég að gera því, maður gengur bara í málið. Það er nú málið. Og svo bara gekk ég hringinn maður og Landsbankinn alveg svoleiðis brilleraði með mér. Það eru ágætir þarna á Landsbankunum. Ég held ég hef aldrei verið í nokkrum öðrum banka heldur en Landsbankunum alveg bara síðan ég byrjaði að leggja inn. Jú, einhvern tíma var ég í Sparisjóði Hafnarfjarðar en ég held ég sé búinn að vera lengst af ævinnar í Landsbankunum. Þetta er prýðisstofnun og það breyst svolítið þetta bankadæmi því að þegar þú kemur inn, hérna með þegar maður kom inn í þessa banka í gamla daga, þá var bara ekki þverfótað fyrir fólk inni. En núna, þessa dagana, og er núna alltaf búið að vera nokkuð lengi, þá sér maður allar hræðu. Og svona starfsmann og vappi og ef að fjölgar þá bætist við, ég veit ekkert hvernig þetta er. Þetta er bara þróunin, við stakkur í þetta. Það er til internet og bankarnir okkar ágættir fylgdu þróuninni og ég held að sé ekki til sú manneskja sem hefur ekki enga banka á netinu. En þá þarftu PIN til þess að geta tekið út eða út á verslað á kortinu, þetta er allt í gegnum kortið. Og eitt sá ég núna og ég með bráðir sá það. Ágætur bankamaðurinn, hann tók út bara til að hvort þetta allt virkaði. Þetta eru alvöru kallar sem bara ganga og ganga allt til enda. Og þetta tók hann út. Og þennan kall hef ég ekki séð í mörg ár. Það var bara kváðið þegar maður sá þetta. Þetta er orðinn ósýnilegu gæi. Seðill. En hann er þarna. En hann er ósýnilegur. Því þetta fer allt meira og minna rafrænt orðið í gegn. En þetta var svona sem ég var að tala áðan, garnitúr og ég vildi bara sýna ykkur stoltið mitt, sjálfstæðispennan minn og tilkynna það að ég er sjálfstæðismaður orðinn og ég er búinn að vera það í 30 ár og ég er ekkert að færa mér neitt til.
Ég svo sem alveg árétti það svona í lokin að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið kjölfesta í þessu landi, það er ég búinn að sjá. Og þess vegna finnst mér mjög áhugaverð sagan sem þeir eru að rifja upp vegna 90 ára afmælisins. Ég tek undir þetta sem þeir eru að segja. Þessir þættir hafa verið mjög heiðarlega unnir, drengilega unnir og menn hafa bara talað hlutina eins og þeir eru. Það er ekki þannig sem við eigum að gera þetta, við eigum að tala hlutina eins og þeir eru. Mér að stjórnmálamenn geta talað hlutina eins og þeir eru. Því að flestir eru þetta nú vanduðustu menn. Kurteisir og lýgir og alveg merkilegt hvað einhvern veginn við erum í nöp við þessu stjórnmálamenn og við eigum alla til við finnum alla upp þau ljótu orð sem við notum ekki á stjórnmálamenn. Ég hef aldrei skilið þetta. Þetta hefur reyndar ekkert með stjórnmálamenn að gera, þetta hefur með hjartatetrið að gera sem er bara grefjufullt. Ég er búinn að kveðja hvað tvisvar og við kveðjum alltaf þrisvar og þá kveð ég núna og segi bless.